Kæru vinir, verið velkomin hingað í Sandgerðiskirkju til útfarar Helga Sigurbjörnssonar. Við ætlum að sameinast hér í dag, bæði hér og í streyminu, í samkomuhúsinu eða annar stað þar sem fólk fylgist með. Skulum hefja stundin í Jesú nafni á því að signa okkur í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Skulum sameinast í bæn. Almáttug og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allarar huggunar, hjálp okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. Og fyrsta sálminn ætlum við að syngja saman með Páli og það eru nú mörg eitthvað búin að sitja lengi, þannig að við skulum rísa á fætur, þau sem treysta sér, þau sem ekki eru fótalúin og aðri sitja náttúrulega bara og syngjum saman þennan sálm. Tökum vel undir, Herra minn Guð til þín. Ég les hér 2 ritningarlestra. Í 47. Davíðssálmi standa þessi orð. Guð oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Því óttumst við eigi þótt jörðin haggist og fjöllin steypist í djúp hafsins, þótt vötnin dynji og ólgi, þótt fjöllin riði af ofsa þeirra. Og í 1. Korinthubréfi skrifar Páll postuli þessi þekktu orð. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, ekki langrækinn, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt,
Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næðis njóta. Já, hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg fyrir sakir nafns síns, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér, alla ævi daga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Skulum rísa á fætur og heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Og það eru þekktu orð Jesú við upphaf fjallræðunnar, þar sem hann segir: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra himnaríki. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartahreinir því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætissakir því að þeirra himnaríki. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Sumir hverfa fljótt úr heimi hér, skrítið stundum hvernig lífið eftir sitja margar minningar, þakklæti og trú. Þegar
þjaka mig. Þarf ég bara að sitja og hugsa þig. Þá eins og losn úr læðingi, lausnir öllu við. Þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú ert hér. Og ég veit að þú munt elska mig og geyma mig og gæta hjá þér. Þó ég fengi ekki að þekkja þig, þú virðist alltaf geta huggað mig. Það eins og þú sért hér hjá mér og leiðir mig veg. Þó ég fái ekki að snerta þig, veit ég samt að þú ert hér. Og ég veit að þú munt elska mig og geyma mig og gæta hjá þér. Þegar tími minn á jörðu hér liðinn þá ég burtu fer. Þá ég veit að þú munt vísa veg og taka á móti mér. Hingað hafa borist nokkrar kveðjur. Samúðarkveðjur, það kveðja frá Röggu Franku og Ásgeiri frá Egilsstöðum, frá Ísleifi og Hannesi og fjölskyldum, frá Lóu Sigurbjörnsdóttur systur hans og Sigurði Héðinssyni, frá Díönu Jónasardóttur og Magnúsi Ími Magnússyni og frá Guðrúnu Franku og fjölskyldu í Danmörku. Náð sé með ykkur og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hérna saman komin í ótímabærri útfararathöfn. Það var þungt högg, yfirþyrmandi fréttir og það er eðlilegt að upplifa vanmátt, doða og jafnvel óraunveruleika tilfinningu við þessar fréttir. Líkamleg viðbrögð, hita, kulda, einbeitingarskort, máttleysi. Það eru allt eðlileg viðbrögð í svona óeðlilegum aðstæðum sem skyndilegt andlát færi með sér. En hér höfum við ekkert val. Því hafi mörg hver tekið utan hvert annað og hlúðað hvert öðru, talað saman, grátið saman, hlegið saman, af góðum minningum og þannig brosað gegnum tárin.
við þessi kaflaskil viðbúið að það opnist fyrir krana minninga í gegnum árin frá ólíkum lífskeiðum og í gegnum ólík tengsl. En sorgina getur enginn flúið. Ef við reynum að flýja sorgina, þá erum við í rauninni bara frestinni. Dagurinn í dag vissulega útfarardagurinn og endapunktur á því ferli, en í raun upphafsreitur langtíma úrvinnslu úr slíku áfalli sem fráfall Helga felur í sér. Páll postuli segir í Rómverjabréfinu orð sem tala sterkt inn í aðstæður sem þessar. Hann segir: verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni. Þetta eru hvetjandi orð, en þau eru líka raunsæ. Við eigum að halda fast í þá von að við munum lifa þetta áfall af, að fyrr eða síðar munu jafnvægi komast á í lífi okkar. Við lærum að lifa við missinn sem er markmiðið. Og það tekur mislangan tíma og því mikilvægt að gefa því sinn tíma. Og þar reynir á þolinmæðina í þjáningunni. Það er vont að finna til í hjartanu, í sálinni, en það er hluti af þessu stóra verkefni. En þjáningin er líka hin hliðin á kærleikanum. Því að þegar við elskum mikið, þá missum við líka mikið. Og þegar við finnum að við erum elskuð, þá verður tómið þeim meira. Og hér gildir að standa þétt saman, eins og þið sem næst honum standið hafið gert. En þrátt fyrir það þá getur fólk alveg upplifað sig einmana í sorginni. Af því að enga tvær manneskjur eru eins. Það er mikilvægt að tjá sig tilfinningar sínar og liður í úrvinnslu áfalla að tala aftur og aftur sama hlutin. Að ná sársaukanum þannig út úr kerfinu, ef svo má orði komast. Og verið ófeimin að tala við þá sem þið treystið. Þið getið talað við prestana ykkar hvar sem að þið eru staðsett og eins aðra fagaðila þegar frá líður ef þurfa þykir. Í hinum fallega og þekkta 23. Davíðssálmi sem Páll söng svo fallega hér áðan, þá erum við minnt af handleiðslu drottins. Jafnvel þótt ég fara dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Og nú eru þið stödd í þessum dimmadal. En trúin minnir okkur á að þið eru ekki þar ein. Drottin er með í för, gengur ykkur við hlið á ferðalagi sorgarinnar. Og það er einmitt í vanmættinum sem við finnum stundum fyrir þeim krafti sem við skiljum ekkert alltaf hvaðan kemur. Kynslóð eftir kynslóð hefur fólk leitað í trúna þegar sorgin hefur knúið dyra, því reynsla kynslóðana hefur kennt það. En það er engar skyndilausnir í þessum efnum og því er gott að hvíla í staðfestu bænarinnar til að efla þolinmæðina í þjáningunni og varðveita gleðina í voninni. En lítum nú yfir lífshlaup Helga. Helgi Sigurbjörnsson fæddist á Smáravöllum í Kópavogi 19. maí 1957. Foreldrar hans voru hjónin Sigurbjörn Jónsson, fæddur 1907, dáinn 1987, og Inga Guðlaug Helgadóttir, fædd 1933, sem dvelur á Hrafnistu og getur ekki verið með okkur hér í dag. Helgi var elstur í 3 alsystkina hópi. Hinn eru Grétar, fæddur 1959, dáinn 2025, og Guðfinna Ragna, fædd 1969. Hann átti 5 hálfsystkini samfeðra. Þau eru Hafsteinn, fæddur 1931, dáinn 2023, Helga, fædd 1933, dáinn 2013,
Halldór Jón, fæddur 1933, dáinn 1983, Ólafía, fædd 1938 og Margrét Birna, fædd 1942, dáinn 2018. Helgi ólst upp á Fróni hér í Sandgerði og gekk í barnaskóla Sandgerðis. Helgi var mikið hjá afa sínum og nafna í Kópavoginum. Hann átti skemmtilega æsku hér í Sandgerði. Spilaði fótbolta og var með dúfur. Það var oft líf og fjör á brekkustígnum í kringum Helga og félaga hans. Mikið keppnisskap og eftirminnilegt þegar Helgi fótbraut Grétar bróður sinn í einhverjum fótboltaleiknum sem lengi var rifjað upp. Helgi fór snemma til sjós. Aðeins 15 ára gamall fór hann í Norðursjóinn á náttfara ásamt hirtivini sínum. Hann lauk síðar skipstjóra og stýrimannaréttindum í stýrimannaskólanum í Reykjavík árið 1981. Helgi kynntist eftirlifandi eiginkonu sinni, Sigrúnu Sigurðardóttur frá Akranesi, árið 1981 hér í Sandgerði, þar sem hún kom hingað á vertíð. Sigrún er fædd 2. janúar 1963. Foreldrar hennar eru Sigurður Hafsteinn Hallgrímsson og Guðrún Jakobsdóttir sem bæði eru látin. Helgi og Sigrún gengu í hjónaband 4. desember 1982 og hófu sinn búskap á Suðurgötu 23 sama ár. Þau eignuðust 4 börn. Elst er Inga Guðlaug, fædd 4. mars 1984. Maki hennar er Sigurður Guðjón Gíslason. Næstur er Hafsteinn Rúnar, fæddur 9. júní 1985. Maki hans er Hjördís Ýr Hjartardóttir. Þriðji er Ragnar Veigar, fæddur 28. apríl 1988. Maki hans er Andrea Dögg Færseth. Yngstur er Sigurður Freyr, fæddur 15. febrúar 1990. Maki hans er Steinunn Ýr Jónsdóttir. Barnabörnin eru 11 talsins eða eins og í einu fótboltaliði. Helgi starfaði sem sjómaður í 47 ár. Lengst af sem stýrimaður á dagróðrabátnum Njáli RE 275 en kom í land árið 2018, 61 árs. Hann var dugnaðarforkur til sjós. Algjör jaxl. Hann var ósérhlífinn til verka, flinkur netagerðarmaður og keppti í þeirri grein á sjómannadegi. Hér, oft til verðlauna. Hann upplifði miklar tækniframfarir á sjó á þeim áratugum sem hann starfaði þar. Þegar hann kom í land, hóf hann störf í íþróttamiðstöðinni í Garði hjá Suðurnesjabæ og starfaði þar til dánardags. Þar var hann sérlega vel liðinn og samviskusamur starfsmaður sem öllum líkaði vel við. Dæmi eru menn sem droppuðu við í íþróttamiðstöðinni til að fá sér kaffibolla með honum, án þess að gera nokkuð annað. Og hann gaf einhvern veginn öllum tíma. Hann sat í stjórn sjómannadagsráðs hér í Sandgerði tíma. Hann var tíma í stjórn barna- og unglingaráðs Reynis. Helgi hafði mikla ánægju af stangveiði og fór í marga veiðitúra í gegnum árin, ýmist með fjölskyldumeðlimum, Grétari bróður eða öðrum hópum. Ef stutt var í veiði, var hann heltekinn og ef Grétar bróður kom í heimsókn, komst ekkert annað að en veiði, flugur og maðkar. Og þá sáu sumir aðrir fjölskyldumeðlimir þann kost og vænstan að fara bara út með hundinn eða finna sér eitthvað annað að gera, því ekkert annað komst að en veiðin. Hann var einnig nokkur ár í skotveiði. Hann lagði stund á golf, sérstaklega nú síðustu ár. Þar naut hann líka útiverunar og samveru. Hann hafði gaman af hvers kyns útivist, fór í fjallgöngur og naut þess að fara með fólkinu sínu eitt og annað. Hann var einlægur Arsenal aðdáandi og bar heimili þeirra hjóna þess glöggt vitni. Hann hafði gaman af ferðalögum,
Þau hjónin fóru í margar spánarferðir með krakkana þegar krakkarnir voru ungir. Hann hafði líka gaman að því að skoða nýja staði eins og Dóminíska lýðveldið árið 2008, elskaði Bandaríkin, fór til Gíbraltar, Kýpur og fleiri staði. Hann hafði mjög gaman að því að fara með fólkinu sínu og sagði alltaf já þegar einhver kom með góðar hugmyndir að ferðum. Hann nýtti tímann mjög vel. Eftir að Grétar bróðir hans lést í janúar í fyrra var líkt og hann yrði enn meðvitaðri mikilvægi þess að lífið er núna. Á þessum 20 mánuðum sem liðnir eru frá því fór hann í 7 utanlandsferðir sem veitti honum mikla ánægju. Auk þess átti hann 3 planaðar í haust. Öllum líkaði vel við hann og honum líkaði vel við alla. Talaði ekki illa fólk. Honum leið ekki vel ef hann heyrði illa talað annað fólk. Hann var þægilegur maður, gekk í allt, virkur í heimilisstörfum, já ekkert mál var eiginlega slagorðið hans. Hann var bóngóður og hjálpsamur, vildi allt fyrir alla gera. Hann var mjög meðvitaður hvað fólkið hans var að gera og ef það stóð í framkvæmdum var hann iðulega mættur til að hjálpa, enda einstaklega handlaginn. Hann var nýbúinn að taka í gegn heimili þeirra hjóna þegar hann lést. Hann var góður pabbi og fylgdist vel með því sem krakkarnir voru að gera þegar þau voru börn. Fylgdi þeim í keppnisferðum, á fótboltaleiki og íþróttunum. Hann passaði barnabörnin ef þau voru lasin og það var bræla og eins oft eftir að hann kom í land. Og það má skjóta því inn í að ef börnin voru lasin þá voru barnabörnin þá voru börnin jafnvel að fylgjast með veðurfréttum til að athuga hvort að afi væri heima út af brælu og gæti passað. Og barnabörnin voru alltaf einstaklega mikið hænd að honum. Hann hafði einstaklega hlýja nærveru. Hann pikkaði stundum upp barnabörnin sem þá voru búin að plana að vera hjá afa hans og foreldrinni vissu endilega. Helgi tók ekki mikið pláss, en hann átti þeim stærra pláss í hjörtum fólksins síns. Hann var sterk fyrirmynd og laðaði fram jákvæða hluti og hegðun hjá þeim sem umgengust hann. Hann gerði bestu afapítsurnar, hafði gaman af því að elda fyrir fólkið sitt og bjóða reglulega heim í mat. Og svo beið hann spenntur á hverju ár eftir piparköku og lagkökusendingunni frá systur sinni. Hann hugsaði sérlega vel móður sína alla tíð. Hann var nægjusamur, hugsaði fyrst og fremst þarfir annarra. En lífið tekur stundum óvænta stefnu. Þann 13. ágúst síðastliðinn fór hann út að ganga með hundinn Golla eins og hann gerði reglulega. Í þeirri ferð varð hann bráðkvaddur hér skammt frá kirkjunni. Og þar með var settur punktur aftan við líf Helga. Hluti sorgarinnar að syrgja það sem ekki verður, samtölin, spjallið, veiðiferðirnar, utanlandsferðirnar og allt þetta sem hann var svo virkur í og þið öll sáuð fram á að gæti verið lífið á næstu árum. En við þökkum fyrir framlag hans til lífsins. Við þökkum fyrir allt það sem hann var öllum þeim sem umgengust hann í einkalífi og starfi. Og þar fyrir mikið að þakka. Og þakklætið færir okkur yl í hjartað. Kristin trú kennir okkur að nú hafi Guð lokið upp hliðum himins og tekið á móti Helga í sinn náðarfaðm. Og við hvílum í því trausti. Jesús segir í Mattheusarguðspjalli: komið til mín öll þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið við þessum orðum. Megi góður Guð leiða ykkur og styrkja á komandi tíma og blessa minningu Helga Sigurbjörnssonar.
ljósin. Þó englar Guðs mér þrá að vera nærri, þeir fó þá bara svífum huga minn. Þín návist Guð mér gefur allt svo mikið, og gakk þú með mér ævin minnar vel. Ég vil þú gætir aldrei frá mér vikið, og bið þú vendir mig meðan ég er. Það veit ein okkur ævi sína alla, og án þín Guð er lífið búið spil. Því á þig einhver engillinn mun kalla, þá endar þetta líf ef rétt ég skil. Þá endar þetta líf ef rétt ég skil. Þú veljar skalt þann veg sem virðist greiður, þinn vilji mun þig leið í rétta átt. Lof hjarta þín að tala sértu leiðu, og lífið þínu taki gleð og sátt. Svo vil ég minna á ljósið sem þér lýsir, þá leið sem Guð þér fylgir alla tíð. Þú anda hans í hjarta þínu hýsir, og heldur fast í hann ár og síð. Það veit ein okkur ævi sína alla, og án þín Guð er lífið búið spil. Því á þig einhver engillinn mun kalla, þá endar þetta líf ef rétt ég skil. Það veit ein okkur ævi sína alla, og án þín Guð er lífið búið spil. Því á þig einhver engillinn mun kalla, þá endar þetta líf ef rétt ég skil. Þá endar þetta líf ef rétt ég skil. Skulum biðja. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og leysnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því augu mín hafa séð hjálpræðið þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingum og til vegsemdar líð þín. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Helga Sigurbjörnssyni sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þau sem hér kveðja og veitum leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Og allar bænir felum við þér í bæn sem að Drottinn hefur kennt og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
og ekki lengi verð. Vertu fljótur vinur, ég veit get svör við því sem viltu fá að vita veður ofsamskný. Vert eins bara að spyrja og spjara vel þinn hug. Já, flýt þér áður feikja þér far vindar á bug. Mín bíður eitt það besta, banamein á jörð, að leysast upp í læðing sem litar tímans svörð. Vert eins bara að spyrja og spjara vel þinn hug. Flýt þér áður feikja þér fann vindar á bug. Vert eins bara að spyrja og spjara vel þinn hug. Já, flýt þér áður feikja þér fann vindar á bug. Skulum rísa á fætur. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins Jesú Krists sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen. Við skulum svo syngja saman síðasta sálminn, Dag í senn. Mun ég þurfa
sem ekkert duga á. Auk mér trú og haltu huga mínu, helgum lífsins vegi þínum á. Svo að ég af hjarta þenni hreinu, að sem mæting geti átt með þér. Daginn hvern eitt andartak í einu, uns til þín í ljóssins heim ég fer. Eins og stendur aftan á sálmaskránni er viðstöddum boðað að þiggja veitingar í samkomuhúsinu hér í Sandgerði að athöfn lokinni. Meðtaki blessun Drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.